Hannes, byrjum bara á þessi árangur sem við erum að ná hérna. Hversu stór er hann svona fyrir þig sem situr mjög nálægt þessu? Hann er náttúrulega mjög stór og hérna þetta afrek að komast í áttalið úrslit er bara, þetta er bara frábært. Þetta er rauninni bara geggjaður árangur. Okkar markmið var náttúrulega að halda okkur í A-deildinni, það var númer 1 og 3 til að byrja með og svo eins og þetta er komið núna, þá er það þannig að við erum að horfa á það að við erum meðal 8 bestu þjóða Evrópu sem er náttúrulega frábær árangur. En auðvitað hefði ég viljað kannski að við værum svona eftir að við komist í áttalið úrslitin, það hefði verið gaman ef við værum aðeins búin að ná að aðeins að svona stríða þjóðunum og sína kannski aðeins betri leik, en ég hef bara trú á því að þetta komi síðan hjá okkur í síðasta leiknum á móti Þjóðverjum og við tökum allavega 1 sigur í þessum topp 8 og en eins og ég segi, þetta er glæsilegur árangur og ég held líka mjög margir átti sig ekki á þessu að geri sig ekki grein fyrir hversu mikill árangur þetta er og eins og ég hef sagt á nokkrum stöðum að það er náttúrulega, það sýnir sig best í því hvað mikið er búið að hafa samband við mann frá öðrum þjóðum í Evrópu og hér allir frá FIBA sem eru hér og náttúrulega löndin sem eru hér að keppa, það er allir að tala um þetta. Það er allir að tala um hvað eru þið að gera vegna þess að það er ekki bara það að við séum að vera hérna í topp 8 að þá náttúrulega erum við annarsinn á leiðin á Eurobasket, það er ýmislegt annað að gera í yngri landsliðunum hjá okkur og ýmislegt allt þetta sem er í gangi þannig að í rauninni er þetta bara stórt afrek og hver leikur núna sem við erum að spila er rauninni verið að skrá söguna bara þessi leikur sem vorum að spila núna við Serbíu þetta er fyrsti leikurinn sem við spilum gegn Serbíu í yngri landsliðum yfir höfuð. Það er auðvitað mjög stórt. Serbía er bara einn fremsta körfuboltaþjóð heims og að okkar leikmenn fái tækifæri á að spila mótið þeim, það er frábært. En að þessu sögðu þá sjálfsög hefði maður viljað ná í sigra líka eins og ég segi í þessum áttalið úrslitum og því sem að það er. Þannig að við erum ekki ennþá alveg fullsattir þannig að við verðum að klára þetta á morgun. Svo er eins og þú segir, Eurobasket í annað skipti og með árangurinn hér þá er þetta ekkert í síðasta skipti væntanlega? Nei, klárlega ekki og það er akkurat það sem að menn er að tala um og við erum að vona. Við sjáum það, framtíðin er björt. Það er svo sannarlega, við höfum sagt þetta á undanförnum árum að við vissum að við værum í bjarta framtíð og það er það sem er svo jákvætt og skemmtilegt og allt í kringum þetta að það er það sem við verðum að vinna með. Við þurfum að halda áfram að hlúa vel að öllum og halda þessu áfram hjá okkur en númer 1 og 3 er það að við munum geta verið að keppa á meðal þeirra bestu á næstu árum. Við höfum allt til þess að bera, það þurfa allir að leggja á sig, hvort sem það eru stjórn eða starfsmenn eða nefndir og við höfum KKÍ, þjálfarar heima, allir leikmenninni sem munu verið í landsliðunum og allir aðrir í kringum þetta, fjölskyldur og allir þessir. Þetta er eitt lið, við erum einn hópur og við þurfum öll að leggja á okkur ef við ætlum að halda á þessum árangri áfram. Sviðið hérna úti í Krít er stórt og það er hellingar njósnurum og fleiri flottu fólki, við segjum svo. Finnurðu fyrir áhuga á til dæmis leikmönnum eins og Tryggva? Við mikið spurt um hann. Já, mjög mikið. Og í rauninni bara óbóðslega mikið og ég hef líka verið svo heppinn að vera á hóteli þar sem eru meðal annars aðrir, við getum sagt njósnarar og umboðsmenn og hinnur og þessir og meðal annars frá eins og stórum liðum hérna í Evrópu og svo NBA ásamt því að það sé fullt af öðru fólki sem er í kringum FIBA og það eru allir að ræða við mann um Tryggva. Svo náttúrulega þegar maður fer svona aðeins í söguna hvernig hann byrjaði að spila körfubolta og hvernig þetta þróaðist allt, þá náttúrulega verður áhuginn ennþá meiri en ég finn fyrir mjög miklum áhuga. En númer 1 og 3 er fyrir okkur bara að fara að anda inn og anda út, hvort sem það fyrir okkur eða fyrir Tryggva. Það er bara að taka þessu með stóískri ró og sjá bara hvað framtíðin byrja í skauti sér. En það er klárt að Tryggvi er alveg klárlega búinn að stimpla sig inn í alþjóðlegum körfubolta, sama á hvað það er litið. Það er alveg á hreinu. Og hann er bara eitt af stærri nöfnunum í þessari keppni sem er núna. Það er engin spurning.